Í fyrsta Mósebók, kafla 3, sjáum við að Guð skapaði Evu. Merking nafnsins Eva ekki líf? Í Biblíunni segir, hún móðir allra sem lifa. Við skulum skoða kennslu Guðs í fyrsta Mósebók, kafla 3, vers 14. Þá sagði Drottinn Guð við höggorminn. Hvað táknar höggormurinn? Djöfullinn, það að segja Satan. Guð sagði við höggorminn: af því að þú gerðir þetta skaltu vera bölvaður meðal alls fénaðarins og meðal allra dýra merkurinnar. Á kviði þínum skaltu skríða og mold eta alla þína ævidaga. Hvað ætlar Guð að gera? Sett fjandskap milli þín og konunnar og milli þíns niðja og hennar niðja. Hann skal merja höfuð þitt og þú skalt höggva hann í hælinn. Þetta sagði Guð. Frá sköpun heimsins hafa Satan og Eva, sem kölluð móðir allra sem lifa, átt í fjandskap sín á milli. Ekki margir trúaðir allan heim eins og biblífræðingar og sérfræðingar sem rannsaka Biblíuna? Engu að síður Guðskirkjan eina kirkjan sem kennir sannleikann tilvist Guðsmóður. Í gegnum Biblíuna vekur Guð okkur til vitundar að það ekki aðeins Guð Faðir heldur einnig Guð Móðir. Satan vill aldrei að tilvist Guðsmóður verði þekkt fyrir fólk á jörðinni. Við skulum staðfesta málið Guðsmóður í Galatabréfinu, kafla 4. Í kafla 4, vers 26 segir það: En Jerúsalem, sem í hæðum, frjáls og hún Og hver hún? Móðir vor. En Jerúsalem, sem í hæðum, þýðir að hún á himnum. Það ritað, en Jerúsalem, sem í hæðum, frjáls og hún móðir vor. Þegar Jesús kenndi Faðir vorinu fyrir 2000 árum sagði hann að Faðir vor væri á himnum. Með þessu útskýrði hann samband okkar við Guð Föður. Það ekki aðeins Guð Faðir heldur einnig Guð Móðir. Guð hefur kennt okkur þessa staðreynd með því að leggja áherslu á meginreglur alls sem hann skapaði. Rétt eins og líkamleg móðir gefur líkamlegt líf á þessari jörð, andlegt líf okkar gefið í gegnum andlega móður. Það vilji Guðs að við trúum því að Guð Móðir sé einnig til. Trúum bæði á Guð Föður og Guð Móður svo að við getum snúið aftur til eilífs heimilis okkar í himnaríki. Þakka þér kærlega fyrir.